laktósafrí. Já, komið sæl. Síðastliðin nótt var köld allt land og gerði hörku frost þá sérstaklega í innsveitum. Vorum að sjá þetta 8-9 stiga frost á sumum mælistöðum. En það var hæðarhryggur yfir landinu og hann að gefa eftir og leitar hér til austurs. Og þegar sunnanáttin náði yfirhöndinni þegar leið á daginn í dag, þá hlýnaði nú nokkuð ört hjá okkur. En það þessi umtalaða sunnanátt sem hefur verið að farið vaxandi þegar liðið hefur á daginn og gerir það áfram því að þessi skil sem við sjáum hér í þessu korti, þau verða komið hér upp að vesturströndinni síðar í kvöld og fara síðan til norðausturs en kuldaskilin sem oftast fylgja kjölfarið þau koma síðan inn hér landið vestanvert eftir hádegi og getur verið álíka mikið rigning í þeim. Hvað varðar hitafarið þá sjáum við þennan hlýja loftmassa skríða hér nokkuð hratt til norðausturs og verður meira og minna viðlóðandi Ísland þá á morgun. En lítum þá á stöðuna í nótt, það sem sé skilin koma hér inn rétt undir miðnætti eins og áður sagði og það verður hvasst á undan skilunum þá sérstaklega á miðhálendinu þar sem verður stormur nokkuð víða en einnig getur verið hvasst og hviðótt hér bæði við Faxaflóa og sem og við Breiðafjörð og þá sérstaklega það sem vindur stendur á fjöllum. Þannig að það eru gula viðvaranir í gildi vegna þessa lausamunir og eðlilega náttúrulega faratæki sem geta tekið á sig auðvitað mikið vind og verið feikt á vegi en blessunarlega séð að þá þetta náttúrulega að næturlagi. Þannig að umferð ætti nú ekki að vera mikil. En annað í þessu að það mun rigna duglega, sérstaklega staðbundið þar sem þéttist svona heldur meira í fjalllendinu og af þeim sögum er úrkomu viðvörun einnig í gildi fyrir norðvesturhornið. Það mun sljákka aðeins á úrkomu og vindi hér vestanlands í fyrramálið, áfram rignir á sunnanverðu landinu en kuldaskilin koma nú fljótlega inn eða upp úr hádegi og seinni partinn á morgun og þá sjáum við að það er dágóð úrkoma, talsverð úrkoma nokkuð víða hér vestan til á landinu og áfram heldur hún að rigna í það minnsta á köflum landið sunnanvert. Staðan varðandi Norðurland og allt austur á norðanverða Austfirði öllu betri hvað varðar úrkomu að mestu leyti þurrt og við sjáum að það að hlýna og hiti komin í 2 stafa tölur á morgun. Svo er það sunnudagurinn og það svona hefur aðeins verið að breyta spáin varðandi sunnudaginn, gerði það nú seinni part dags ferill þessara lægðar eða lægðabylgju sem á að koma hér upp á sunnudaginn svona heldur vestlægari sem þýðir að það muni rigna jafnvel enn vestar en fyrir spár gerir ráð fyrir og það á þá við Suðurland og gæti jafnvel tekt anga sína hér tíma yfir á Faxaflóa en væntanlega mun síðan úrkomu kerfið leita austur á bóginn þegar líður á daginn. Í framhaldinu þá verður nú svona tiltölulega stillt veður hjá okkur þá á mánudaginn eins og við sjáum hér hæg norðlæg eða jafnvel austlæg átt úrkoma svona á stöku stað og sjá síðan að það muni fara að rigna hér vestanlands á mánudagskvöld og hvað varðar þriðjudaginn og þá sjáum við úrkomu nokkuð víða land og ekki í miklu magni en þurrt og jafnvel bjart veður á norðausturhorninu. En lítum þá aðeins yfir til Evrópu og hvað að frétta þar. Það vissulega svona óstöðugt veðurlagið, það norðlæg átt víða í álfunni og vera að draga í rauninni kalt loft langt til suðurs og það gerir það að verkum að það víða úrkomubelti, ýmist öflugir skúraklakkar eða hreinlega skil og sjáum til að það rignir duglega í Þýskaland á morgun og jafnvel í Pólandi líka og allt suður til Grikklands en ástandi öllu betra kannski við Miðjarðarhaf og á Íberíuskaga þó að hitatölur séu nú svona í lægri kantinum með við septembermánuð.
og förum svo örsnögt yfir til Norður Ameríku. Það er nú svona bjart veður víðast hvar eins og þetta kort ber með sér, hitin og yfir 30 stig í Suðurríkjunum og ágætis veður svona á stórum svæðum getur við sagt. En enda þetta hér á korti morgundagsins, eigið góða helgi.